menn þurfa til dæmis að líka hugsa út í hvernig eftirmarkaður verður og þess vegna getur stundum verið áhugavert að fá að sko, á neitt sem betti mér sem ég var að spjalla við í morgun að það var í sko svona eins og að kalla deal playing head funds að það var sett bara sjóðir sem vildu koma að þessu og svona taka þátt líka í því sem að gerast eftir á þess að ætla sér að verða sko langtímafjárfestar í bankanum. Við erum nú ekki komnir þangað að fara að velta fyrir okkur svona framtíðar eignarhaldi sem náttúrulega afskaplega spennandi pæling líka. Já, það sko þannig að ég svo sem ef við horfum á þetta að þá þetta þannig að sko 40 ríkið stærsti hluthafi með 45,2% og svo það lífeyrissjóðir sem koma næst með, þeir eru bara með 7% og það eru bara 10 sem eru með yfir 1% í semsagt þessu öllu. Þannig að við erum að horfa upp á það að þetta verður mjög dreifða eignaraðild. Já, sko, það gefur auðvitað tækifæri. Ég meina einhver, sko, það er margt sem styður það. Við vitum að í bankarum til dæmis mikið eigið fé og menn hafa verið talað um að það séu tækifæri til verulega útgreiðslu á þessu eigið fé, alltaf 40 milljarðar sem býður þarna inni. Já, hann með það Alexander Jensen Hjalmarsson. Hann með það, hann nú, við höfum verið að tala um það. Já, félag okkar sem hefur mætt þetta hjá. Hann bara segir að þetta bankin sé 36%. Hann var að meta á 145 gengið. Bara 36% yfir þessu sem er verið að selja ná. Já, ég getur bara lesið það hér. Mat akkurs því að umfram eigið fé séum 39 milljarðar krónar í heildina eða rúmlega 18% af markaðsvirði bankans. Því má gera ráð fyrir að arðgreiðslur og endurkaup eigin bréfa verði töluverð á næstu misserum. Og það í ljósi þessa velti maður líka fyrir sér hverjir munu þá kannski sjá tækifæri í þessu. Menn byrja náttúrulega strax að benda á skel og svo byrja aðrir að benda á stoðir, nú eða þá fasteignamókula sem eiga talsverða fé, að þeir vilja ekki að taka þátt í því ferli sem er framundan, sem er hugsanlega að byggja upp. Ég þori nú alltaf að nota orðið kjölfestu fjárfesti, en verður það reyndir að ég hugsa að það má alveg sjá fyrir sér í ljósi þessara greininga sem við erum að fá að þetta sé þessi verulega afsláttur, það sé þetta mikla fjármagn inn í bankanum sem bjóði upp á útgreiðslu og eigin fé en auðvitað þarf Seðlabankinn að samþykkja það. Ég myndi halda það.